Góðan daginn, ágætu vinir, bræður og systur í trúnni á Jesú Krist. Hann er góður við okkur, hann gerir gagn, hann er kærleikur og hann er vinur, það er ekki rétt hjá mér. Áttu betri vin sem þekkir Jesú en hann? Ég segi nei og ég er nokkuð viss að svar þitt er einnig á sömu lund. Við þekkjum engan betri. Samt höfum við marga góða vini sem að standa með okkur og styðja okkur á bak og brjóst. Og þessa vini þurfum við á að halda, því ekki er nú alltaf trúin okkar lognmollan ein. Og ég held að trúnni sé bara ekkert ætlað að vera eitthvað lognmolla. Það er ekkert eins breytandi og trú á Jesú Krist í allum þessum heimi. Þannig bara er það. Og trúin á Jesú Krist, hún er eiginlega eina byltingin í heiminum, í veröldinni, sem segja maður hafi tekist. Við erum endalaust að bylta einu og öðru. Við erum að reisa á gömlum rústum eitthvað sem að stofni til á að vera öðruvísi, en er eins vegna þess að hjartað í okkur, það sér ekki þetta nýja, hinna raunverulegu byltingu drottins. Hann er afl sem breytir. Og veistu hverju hann breytir? Það er merkilegt að ígrunda það. Hann breytir hugsunum okkar. Hann breytir þankanum okkar. Hann breytir afstöðu okkar til flestra mála. Og þá er margt í þessum heimi sem að fellum koll. Enda höfum við viðurkennt og opinberast fyrir okkur að þessi heimur er fallinn. Og hann er ekki kominn til að vera, hann er kominn til að fara, en ekki ríki Guðs. Það er kominn til að vera. Það er byltingin stærsta sem við höfum eignast. En sumir sjá þetta ekki, aðrir sjá þetta. Og þeir sem sjá þetta, þeir skulu gæta sín á að belgja sig ekki út, því að það að sjá þetta með þessum augum er gjöf. Og viljir þakka einhverjum, þá þakkar þú honum sem gaf þér gjöfina. Og hvað heitir hann? Hann heitir Jesús. Hann er allt í öllu. Hann er þetta nýja fyrir mig og fyrir þig. Nýtt. Kanntu annan? Nei, ég kann ekki annan og þetta er sannleikurinn. Kristur er fyrir þér spánýr þegar þú loks kynnist honum. Það ekki? Alveg svo skeði ég á mér þegar ég eignaðist trúna og það lögst upp fyrir mér á samri stundu, sekúndu broti, að það er til eitthvað sem heitir Guð. Til eitthvað sem heitir Guð. Og hvað segir þetta mér? Ég vissi það ekki áður. Eðlilega, ég þekkti hann ekki. Eðlilega, ég hafði engin skilyrði til þess að kynnast honum. En þarna komu þau. Og ég uppgötaði, var fullviss sannfærður að Guð er til. Guð er raunveruleiki. Hann er ekki eitthvað í bók sem er bara þar. Þetta er stór merkilegt. Og síðan, þegar ég er að lesa í Biblíunni, þá er ég ekki leið að lesa gamla bók. Hún er ný og fersk. Og hvernig er þetta hægt? Með lifandi Guði, sem er allt í öllu, síferskur og yndislegur. Betri vin en hann hef ég ekki eignast. En ég á marga góða vini, það er ekki málið.
og ég er vinur margra. Það er heldur ekki málið. En enginn af okkur er Guð og enginn af okkur er jafngildi Guðs í raunveruleika einstaklings. Það er ekki hægt. Hvar ert þú núna til dæmis? Ja, þar sem þú ert. Hvað er langt á milli okkar? Það geta verið 1000 kílómetra ef þú ert erlendis. En Kristur er það sem ég er hér og nú. Það er munurinn. Þannig hann er alltaf með þér. Hann er alltaf til leiðsagnar og leiðréttingar öllu sem þú ert að gera. En hann er ekki bendandi fingur. Hann er ekki dæmandi hugsun. Því hann er af engu föllnu eðli. Hann er hið uppreisna til eilíðar. Hið uppreista til eilíðar. Hann er þetta nýja. Er þetta ekki merkilegt að hugsa svona? Að hann sem hefur ekkert upp á og engan endir skuli vera þetta nýja. En það er margt sem er svona, gæti alveg vafist fyrir okkur þessu torskilda fólki. En Guð veit af þessu öllu. Þess vegna sett hann fram bók sem hann segir sjálfur að muni styðja sig við þegar hann er að gera eitt og annað í veröldinni. Og þessi bók, við hana var lokið fyrir 2000 árum. Hún var til á einhverjum 1000 ára. Ég reyndi að þekki ekki þá sögu. Hún er fyrir mig í dag að ég get bent á eitthvað sem Guð ætlar að gera, hefur ekki gert enn, og ég segi, einn daginn, þá birtist þetta eins og Drottinn talar. Hvenær? Það veit enginn. Guð einn veit það. En ég veit að hann er núna, hann er hér og nú, það ég efast ekkert það að svo sé. Veist akkur ég? Að því Guð gaf mér trú. Og ég trúi á Jesú Krist. Ég trúi á orð hans. Ég trúi að heimurinn sé fallinn. Ég trúi að andaveru vonskunnar fari mikinn og að þeim hafi vaxið ástmegin síðust ár við stakkurju. Guðsvitundin er á undanhaldi. Og þegar Guðsvitund manna og kvenna hnignar, þá rís sitt. Þannig er það. Og hvort viljum við? Já, hvað þekkirðu? Ég þekki Jesús. Ég vil að hann sé í hávegum hafður. En þekkir þú Jesús? Þín vegna já, þætti mér vænt að svar þitt væri já. En er það kannski nei? Ég þekki hann ekki. Kannski líklega viðurkennir það nú ekki því að Kristur er fyrir þér ekki neitt. En samt er hann allt. Samt hvað þú segir og samt hvað ég segi, þá er hann allt. Hann gerði þetta allt sem þú ert inn í. Bjóð þetta til. Gerði skilyrði. Akkurju. Hann er skapari. Hann skóp skilyrði og hann var með plan þegar hann planaði allt saman og sá þig. Þú ert inn í hans plani. Þannig þú ert engin tilviljun. En einnig á þetta ferli er ráðist. Og það er gert með margvíslegum hætti. Ein árásar aðferðin er fóstureyðing. Þú segir, við erum að ráða líka okkur sjálf. Alveg rétt. En þegar ferlið er farið af stað og þú veist hvernig það gerist, skaltu leyfa því allt áfram. En þú ræður öllum það hvort þetta ferli fari af stað. Einnig þar er ég og þú og við án afsökunar. Drottinn segist elska líf
Og við munum reikningaversið þegar að ég og þú spurðum Drottinn hvort við ættum bara ekki að láta eld falla himni að eyða þessu liði. Og þá sneri Drottinn sér að mér og þér og sagði, heyrðu, þú veist ekki að hvers anda þú ert. Og svo bætti hann við, Kristur er komið til þess að bjarga lífi, ekki tortíma lífi. Og hver langt nær þessu hugsun? Alla leið. Alla leið. Þannig við sjáum hvaðan fóstureyðingarnar eru komnar. Og það hef ég séð, og það viðurkenni ég, að þetta er ekki til vinsældar fallið að tala svona í dag. Þetta er aldeilis ekkert neitt fyrir sumum að gera. En auðvitað er þetta á bakvið þetta sársauki. Líka minn kæri er til að bera börn í heiminn. Líkami kvenna er til að bera börn í heiminn. Og þar þarf tvo til af því verði. Við ráðum öllu þetta. En það sem gerist skulum við leyfa að koma fullskapað í heiminn. Og það er blessun ef við leyfum það. Því að barn er foraldri sínu blessun. Það held ég að við getum alveg verið sammála um. En við, að því við erum svo eigingjörn, við erum komin svo langt frá Guði að við erum að réttlæta svo til allt. Það er nú eitt ljóðurinn á ráð okkar manna að við erum að réttlæta nánast allt. En svo fordæmum við það sem er rétt, að því við í hugsunum okkar og afstöðu erum farin að telja það rangt, sem er rétt. Nú geta margir rétt upp hendi, því að það eru margir andhverfir starfsemi kirkju. Það er ekki rétt. Sjáðu skólana. Það var nú ekki mörgu verið hentar út, en Kristi var hent út úr grunnskólanum. Svo mikið veit ég. Af hverju? Þetta er hnignun á hugarfari þjóðana þegar svona gerist. En samt er rödd Drottins uppi. Og ég vil vera hans rödd. Og ég vil tala það sem hann segir mér að tala. Og hann talar svona. Hann segir, ég er komin til að varðveita líf, ekki tortíma lífi. Og það nær alla leið, alveg til grunnstefsins. Og við vitum hvar það er, þetta grunnstef. Þannig að við sjáum að við erum þjóð eða við erum fólk sem í raun og veru leyfum allt nema það sem er rétt. Því það ráðust við gegn. Við segjum að þetta hindri frelsi okkar. Frelsi, binding. Einnig þessu orði erum við búin að snúa haus. Ég segi, þú lifir algjört frelsi í Jesú. En þú segir, þar er ekkert nema hindranir og höft. Af hverju? Þetta hugurinn er orðin beyglaður. Hann er orðin mengaður. Við vorum að tala um áðan að rétt allt í einu er orðið rangt og rangt orðið rétt. Þetta er dagurinn í dag. Og ef þú aðeins staldrar við þetta, sérðu að svona er þetta og ekkert öðruvísi. Eina sem að réttir þetta við er orð Guðs. Og eina sem réttir
og hefur burði til að rétta þetta við er Jesús sjálfur. Þannig við erum ekki að tala um einhvað sem eitt sinn var, heldur það sem er hér og nú, og ég er vitnisburður að Kristur er hér og nú. Ert þú vitnisburður hans? Ég vildi að svo væri, já, og ég veit ekkert það hvort þú sért það, en ég vildi að svo væri. Því að þá skipar þú þér í skarð þar sem að óvinurinn hefur brotið múrin að hluta til. Og hvað gerir þegar varnarmúr er með skarði í, óvinurinn kemst þar inn? Af hverju? Að því varnirnar eru ekki uppi. Af hverju ekki? Að því við erum komið með hugan okkar út á víðan völl. Og við erum með í því að banna það sem er rétt til þess að hleypa þessu ranga að. Þetta fylgir með. Ef þú bannar og ítir til hliðar því sem er rétt, þá opnar leið fyrir því sem er rangt. Kann að vera að það líti vel út til að byrja með, en ég lofa þér því að í daginn fer það að býta frá sér. Það er í eðli þessara hluta að býta frá sér. Þannig að við sem að þekkjum Krist stöndum með honum í öllu, við getum ekki látið hjá líða að tala um það sem hann hefur að segja. Og við trúum því svo nýju neti að það sé hefði rétt að gera. Sjálfur veiklast ég ekkert í því og mun aldrei veiklast í því ég veit að satt er satt. Sama hversu margir segja satt sé ósatt, þá segi ég samt, það er satt. Og það sem menn er að segja sumt að sé satt, segi ég er lygi. Við þurfum að ýta þessu út aftur. Og þar mætast í raun og veru stálin stinn, jafn furðulegt og það í raun og veru eru. Hvernig gat þetta gerst? Það vera að eiga við veiklundaðan mann sem lítið mál er að þyrla upp ryki fyrir framan. Þannig að hann sér ekki mjög vel. Hann er að draga afstöðu af þessu sem hann er að sjá. Alveg eins og ég dreg afstöðu af því sem að Drottinn er að sýna mér. Og hvað svo? Ég tala með þeim hætti. Líka svona málflutningur. Ef þú er kristinn maður, já, þá líka er hann. Ef þú ert ekki kristinn maður, þá ertu auðvitað ekkert að hlusta á þetta. Þannig bara er það. Það er skýrt og skorinort. Drottinn veit hverja hann á, vissur það. Og vissur það að hann dregur þá sem hann á að sínu orði. Hjartað meðtekur þetta. Ekki vegna þess að þessi maður er að tala, heldur vegna þess að í honum býr heilagur andi. Hann segir, yes, núna skulum við hlusta. Og þú hlustar. Og þú meðtekur. Þú segir, já, þetta er nú alveg rétt. Okkur ég. Að þeir eitthvað í þér sjálfum staðfestir þetta. Heimurinn í sinni flækju og villu hristir hausinn. Hárkollan meira að segja fauk af einhverjum. Hún var ekki nú vel fest í þetta skiptið. Það er allt í lagi. Það er ekkert mál að teygja sig í gólfið og setja hana upp aftur. Hárkolla eða ekki hárkolla skiptir engu máli. Heldur að sjá það sem er rétt og gera það sem er rétt. Og hvað er rétt? Hvað er sannleikur? Sagði Pílatus. Þetta eru fleyg orð, fyndir svolítið, en samt alveg grafa alvarleg. Það er alveg magnað þegar æðstu menn spyrja, hvað er sannleikur? Eiga er ekki að vita. Eru þeir ekki þarna til að leiða fólk réttan veg, sannleikar, og þeir veit ekki hver hann er. Og þeir spyrja, hvað er sannleikur?
Við sjáum einhverju slegin blindu. Þegar sannleikurinn er Jesús, en það er ekki mitt verk að gefa anda Guðs, en ég á hann, að ég fekk hann að gjöf frá honum sem gefur anda sannleikans, Jesús. Og mitt verk er að boða Jesús, boða hann krossfestan og upprisinn. Sama hvernig þú talar og sama hvað þú ert að boða, getur þú ekki boðað þennan boðskap í Jesú nafni að því Jesús einn reis upp. Og hann segir, þú sem trúir á mig, ferð sömu leið. Þú sem trúir á mig hvern? Jesús. Og hvað segir þetta? Það er raun og veru verið að útiloka öll önnur trúarbrögð frá því að vinna sama verk. Er þetta ekki harður boðskapur? Ég spyr á móti, er sannleikurinn harður boðskapur? Ég líti ekki á sannleikan sem harðan boðskap, aldeilis ekki. Ég líti á sannleikan sem eitthvað alveg bráðnauðsynlegt. Veit ekki hvort að þú ert sammála mér, en ég veit að þú ert kristinn maður, ertu það. En þú veist að svona er þetta. En sértu ekki kristinn maður, með hugaðinn út víðan völl, í reddingu hér og þar, þá trúir þess ekki. Svo fyrir þetta ertu ekkert að hlusta á þetta, sem er alveg porleggjandi mál. Þú kannski kíkir á þetta augnablik, svona hann, já, ég nenni nú ekki að hlusta á þetta. Það segir og eiginlega allt það á hvaða vegið þú ert, minn kæri vinur. En hver hafi þetta eins og hann vill? En ég mun halda áfram að boða þennan boðskap því annað er ekkert að ræða. Akkur ekki. Þetta er köllun mín. Og köllun mín er köllun mín og ég er með munn og ég get flutt gegnum minn munn, boðskapinn, hvar og hvenar sem ég vill. Ég þarf ekkert ákveðin stað til þess, sem ég reyndar hef. En ég þarf hann ekki. Ég geti bara gert þetta, já, þar sem ég stend. Einhvern tímann flutti maður nú einhvern boðskap bara í bílnum. Og það var ekkert slakari boðskapur heldur en hér er fluttur. Þannig að þú hefur þetta í þér, og ert án afsökunar, þú hafir ekki stað til að flytja þetta á, segir þú sjálfur. Rám. Gerðu það bara þar sem þú ert og fyndu þér einhvern stað til að gera þetta á. Drottinn er þar líka og veist af hverju. Það er ekki flókið mál. Hann býr í þér. Vinur þinn, góður vinur þinn, kannski eru 1000 mílna á milli ykkar, hér og nú. En ekki milli þín og Drottins. Ég er hér og sjá, hann er líka þar. Og getur gert allt í þér sem hann vill gera ef þú vilt leyfa hann það. Og viltu það? Þú vilt það. Ég veit að þú ert átt trú, þá viltu það. En leifur hann það? Oft já, kannski ekki alltaf. Alveg eins og ég, sem leifur hann það oftast, en örugglega ekki alltaf. Þarna komum við að manneskju sem endalaust er að glíma við sjálfið í sér. Vill gera rétt, þráir að gera rétt, þráir að heiðra lifandi Guð sem býr í honum og slæst stundum við þetta. Þannig að trúin er fyrst og fremst til þess að halda einstaklingi réttum andspænis lifandi Guði. Sért ekki með sjálfan þig á réttum stað, hvaða boðskap ætlar þú að flytja öðru fólki?
Ég spyr, hvaða boðskap ætlarðu að flytja öðru fólki með þig sjálfan og sjálfa ekki réttum megin veggjar? Þú hefur ekkert að segja. Þannig að þú skalt og þarft vegna stöðu þinnar að vera í sambandi við lifandi Guð. Og það er ekkert mál að vera í sambandi við hann. Þú stillir þig af með hann fyrir augum. Hann er það sem þú ert. En þessi samstilling getur þurft að eiga sér stað í hvert skipti og á sér sennilega stað í hvert skipti sem að samfélag er á milli ykkar. Það er þessi samstilling, samfélagið, við Guð. Svo gefur hann allt hitt að auki. Fyrst ég, svo kemur hitt að auki. Alltaf Jesú númer 1. Þetta er boðskapur sem þarf að heyrast. Af hverju? Það er svo margt sem gerist í höfði okkar. Við vitum að andæfur vonskunar fara mikil. En þú ræður hvort að þær sé að grautast í þér eða ekki. Og til þess að þær grautist ekki lengur í þér, þarftu að eiga til trú sem rís gegn þessu. Það er trúin þín sem rís gegn þessu. Og hvað gerist? Hvað segir Kristur? Það flýr þig. Þannig við höfum vald og Drottinn vill að við notum vald okkar í þessa veru. Og Drottinn segir sjálfur að bardaginn sé ekki við mennahold og blóði. Við hverja eru það þá? Andæfur vonskunar. Þær eru sinn boðskapur sem við þurfum að vita og meðtaka sem slíkan. Við erum alltaf í glímu við fólk. Þessi gerði mér þetta og hinn gerði mér þetta. Kristur var ekki þar. Hann bendir á andaveru vonskunar og segir, við eigum ekki í átökum við hold og blóð. Eitthvað í þeim dúr. En við erum alltaf í átökum við hold og blóð. Af því að við skiljum ekki boðskapin rétt. Við skiljum ekki að þessar andæfuru vonskunar nota fólk til sinna andstöðu við kristið fólk. Heyrðu það sem ég segi? Það er að nota fólk í sinni andstöðu við kristið fólk. Og þú ert kristinn. Og þú þekkir þetta. Þú glímir. Og þú kvartar. Járnvel undan einhverju sem er í gangi kringu þig. Við munum öll lenda í þessu. Ég hef lent í þessu. Og kannski ert þú núna á þessum stað að vera mitt inn í þessum stormi. Og hvað segir Guð? Ásamt þrautum. Það er gangan við Kristi. Blessun, blíða, velsæld og allt ásamt þrautum. Og kannski ertu núna í þessum þrautum. Ekki að völdum manneskja, ég raun og veru ekki. Heldur að völdum andavera vonskunar í himingeimnum. Sem að nota fólk eingöngu til að koma gegn kristnu fólki. Og hvað segir þetta? Kannski vekur þetta réttan skilningi á einhverjum og þá er náttúrulega tilgangunum náð því að við eigum að haga máli okkar þannig að einhver útskýring verði hjá fólki. Þegar við vitum að fólk það mun ganga í gegnum þetta allt saman. Þrautir. Og við eigum ekki bardaga við hold og blóð. Og hvað er hold og blóð? Ég og þú. Heldur andaveru vonskunar, þær eru þarna. Þær koma alltaf gegn kirkju,
kirkjulegu starfi og trúuðu fólki. En við erum hins vegar að horfa á fólk. Af því það er verið að nota fólk af þessum andavörum vonskunar. Og hvaða fólk? Sem á ekki til Krist. Það er málið og það er vandinn. Og það er ástæði fyrir því að Kristur nefnir það að átökin okkar séu ekki við hold og blóð. Af því að þangað munum við alltaf benda. En ekki á aflið sem er að baki. Og það eru andavöru vonskunar. Og viltu láta andavöru vonskunar nota þið? Auðvitað ekki. Og hvað ætlar að gera? Þú getur bara ekki neitt gert. Þar eru þarna. Og þú óvarinn af Kristi. Leið og hann kemur, þá sérðu undir iljarnar á þessum andavörum vonskunar. Þegar þær vita að þær eru sigraðar. Það er nú bara málið. Þær eru sigraðar. Þannig að þú skalt ekki undrast það, og þetta segir orðið líka, ef þú ert á einhverjum stað núna, það sem þér finnst allt vera á móti þér. Ég var þar einu sinni sjálfur. Ég veit alveg hvað þetta gangi gegnum. En ég segi, þetta líður hjá. Kemur kannski aftur, en það líður hjá. Ég segi, trúðu á Jesú Krist, haltu góða verkinu áfram með honum og láttu staðar numið þar. Og ég segi, aðrir hafa gengið í gegnum þetta á nákvæmlega sama hátt og þú ert að gera núna. Og hvar eru þeir í dag? Uppreist fólk, öflugt fólk í sinni trú sem aldrei fyrr. Og þú munt lenda þar ef þú gengur í gegnum þetta sem þú þarft að gangi í gegnum núna. Já, þarft. Akkurju. Þetta er allt saman reynsla vegna þess að Drottinn er að bjóða að taka við meiru. En það verður að vita hvað hann hefur þig. Og það er í gegnum þetta sem okkur finnst alveg hræðilegt. Allt hjá Drottni er ekta. Orðin mín, þau duga ekki fyrir honum. Hann setur mig í reynslu. Ætla ég að standast þessa reynslu? Já. Ég stóðst hana. Og hvað? Hann setti mig í meira. Og sama mun hann gera við þig. Hann mun setja þig í meira. Þess vegna ert á þínu stað í dag og þið líður ekki vel. Og ég segi, ég verið þar líka. Og ég veit að margir taka undir það fyrir sig. Ég var þarna einu sinni. Þannig að ég og þú erum ekkert einir þegar þetta gengur yfir, en við þurfum að vita hvað er í gangi. Og það er hlutverk okkar, mín og þín, að segja fólki frá þessu. Og þegar þú veist, þá líka getur orðið rólegur af. Það er þessi óvissa þegar maður veit ekki neitt hvað er í gangi sem að gera þetta svo erfitt allt. En svo kemur skýring og þá vitum við og þá verðum við og jafnvel sættum okkur við þetta. Ok, þetta er í gangi en þetta líður á hjá. Og það nefnilega líður hjá. Mundu það? Það líður hjá. Þetta er svo Drottinn sem ég þekki. Og ég þekki marga sem hafa gengið í gegnum margt og það leið líka hjá þessu fólki. Ég er einn af þessum mönnum. Og ekki að fara neitt. Ég vil vera blessandi manneskja. Og ég er blessuð manneskja sjálfur í Jesú nafni vegna þess að Drottinn elskar þennan einstakling og ég veit að þú gerir það líka. Og ég elska lifandi Guð. Og ég raunverulega strangtiltekið elska allt sem hann gerir. Það er mikil og góð eign að vera í ranni Drottins.
inn í hans húsi, inn á hans samkomum, inn á hans kennslustundum, innan á þetta fólk sem að hrópa til sama Guðs og ég. Þar ég. Þar get ég verið og þar vill ég vera. En ég veit af öllu hinu. Ég veit af andafur og vonskunar og þær hafa ekkert breytt sér. Þær eru bara þarna að vonskast og ilskast yfir öllu sem kristið, mundu það, kristið. Þannig að núna sjáum við hvað afl var að baki því að til að mynda að kristnifræðinu var ýtt út úr kennslustundinni. Andafur vonskunar. Núna vitum við þetta afl sem að sagði við skulum eyða fóstrum hjá fólki sem vill láta eyða og það gert. Hvað fara margar fóstureyðingar fram á ári í þessu litla landi? Ég veit það ekki, mér langar ekki til að vita en ég segi þær eru allt of margar. Þetta það sem við viljum, sum. Og aðrir sem að tala gegn þessum, þeir eru hjá sumum bara hjáróma rödd. Hugsið ykkur vitleysunna. Að það sem rétt og satt verður í einhverju augum að hjáróma rödd. Hey, hún á ekki að heyrast þessi rödd. Sjáu ekki á hvað stað við erum. Allt vegna þess að kristindómurinn hefur hnignað og upprís í miklu meira krafti þessar andafur vonskunar sem alltaf koma gegn öllu sem heitir Kristur. Það þetta til þess. Og ég segi, Drottinn segir við mig, konar þú ræður hvort hefur völdin. Ég segi, ég vil að Kristur hafi völdin. Og hann ræður og ríkir yfir mínu lífi. Þannig að ég skelfist ekki af þessum andafur vonskunar, en ég veit af þeim. Og ég segi við þig, hugsa þetta sem að ganga í gegnum einhver leiðindi núna. Ég var þar einu sinni sjálfur. Og Drottinn talar þetta. Hann segir ásamt þrautum. Þetta eru þrautir. Þannig að við höfum þetta allt í Biblíunni. En það mjög erfitt fyrir mig og okkur sem fólk þar að setja þetta yfir á okkur. Við vitum að sem oft heyrt þetta. En svo lendum við í því. Þá sjáum við þetta ekki svona. En svona þetta. Þess vegna þarf útskýringin að koma frá bræðurum og systurum sem þekkja þetta og þeim ber skylda til þess að segja frá þessu. Öðrum til hjálpar, systkinum til hjálpar og aðstoðar. Því það róar mann og konu þegar hún veit hvað máli snýst. Það ekki rétt hjá mér. Það hjálpar mér. Ég gat nú gæna hlegið. Við vorum á fínni stund í gær í Smárakirkju. Og pastorinn okkar sagði að hún fyndi í salnum mikið ótta. Ég búin að vera að glíma í 8 árum saman og á þessari stundu fann ég ekki fyrir honum. Þannig að ég bara, það þó einhver annar en ég tekin við honum. Ég gat ekki annað en hlegið að þessu, að því þá allt í einu uppgöti, það ekki nótt í mér. En við erum öll á sama bát. Það sem einnig reynir, það kannski annarlaus við stund. Ég gat ekki annað en hlegið. Því þetta átti við mig sem búin að vera haldin þessu árum saman en í gær þá bara fann ég ekki fyrir honum. Eins og hann hefði aldrei verið þar. En samt trúi ég á Jesú.
En ég veit allt þetta sem getur gerst. Og veistu af hverju? Af einni ástæðu, við erum veiklundað fólk. Það er engin önnur skýring til á þessu nema þessi, við erum veiklundað fólk. Við eigum til trú. En trúin stundum öflug, og stundum er hún ekkert mjög öflug. Og þá erum við fólkið sem eru jafnvel að kvarta yfir stöð okkar. Og hver hefur ekki verið þar? Sumi geta sagt allt of oft bara. Já, allt of oft. Og ég sé að tíminn er kominn, að við erum klukkumenn, og þá stoppum við hér, og Konráð og Rúnar þakka fyrir sig og heldur þessu yndislega verki Drottins áfram.